16. og ég svolítið seinna á ferð heldur en oft. Klukkan 9:30 á kvöldi. Búin að vera langur dagur hjá mér. Við skulum það voru svaka vonbrigði í gær. Munið hvað ég sagði í gær. Það getur bara farið upp á við. Búið langur dagur, erfiður dagur, en skemmtilegur dagur. Og ég treysti því einhvern veginn að Chili Claus sé nú ekki að fara að svíkja mig. Ekki Chili Claus og ekki pottaskifull sem ég held að sé þarna. Sextándi, við erum að fara að fá okkur gott. Ég held að við fáum, ég segi þetta alltaf, ég held að við fáum 12, 15. Það eru kúlur. Á morgun þá ég sem að gefa ykkur smá skala. Það eru 3 kúlur, en það eru mjög sléttar. Kannski eru það eitthvað að stelast, sko. Veitir, en það eru sléttar svo þessar. Þetta sést ekkert. Hérna, skellum sér okkur. Konfekt. Algjört konfekt. Ég held að ég held að þessu 6. Millustu kúlunar. Rosalega góða. Þessu kúlur finnur það sem að heita. Þessu kúlur sem ég mæli með fyrir kvöld sem hann úti, sem alltaf að fá svo svona smá sterkt, upp að fá eitthvað sem virkilega gott. Sko. Chili balls, liquid with chili and chocolate coating, Windforce 6. Þetta rosalega gott. Hvað þýðir þetta? Jú, 2 mildir dagar í röð. Það bara meira eftir að styrkleika. Ég að heyra í Kristjáni og fá statistík einhvern veginn á morgun. Hvað við séum með meðaltali. Get líka að tekja hana saman sjálfur. Heldur bara að við eigum svolítið mikið inn í þessa 8 daga sem eftir eru. Við skulum vindum okkur í skóinn. Henni búið að tróða pappír ofan á. Sé ég hérna ofan á eitthvað svaka pakka. Það er te. Hvað er chili, basilika og appelsína. Stendur ekki að þetta er bara heartwarming. Jú, allt inn hérna. Basil, orange, peel, chili. Skellum í bolla. Kemur tilbaka þegar hann er tilbúinn. Já, það er komið með vatn. Fyndi þetta skulle vera te. Svona miðað við það að ég var að drekka te. Það er ekki að drekka te í gær. Jú, ég var að drekka te í gær á meðan ég var að smakka, sem er nefnilega óvanlegt. Ég drekka ekkert oft te. Það er bara 5 sinnum á ári, sko. Já, gott að fá í mig te líka. Þetta er svona búin að vera, eins og ég segi, skemmtilegur en langur og strangur dagur. Við vorum með svona jólaæfingu, lokaæfingu í krakkahópnum sem ég er að þjálfa. Síðasta æfingin fyrir jól er alltaf svona fjölskylduæfing og skemmtilega hvað svona kveðju önnina og alltaf gaman. Foreldrar og systkini og svona með á æfingu og svo fáum við okkur jólasmákökur og kakó og svona eftir. Mjög gaman. Þetta er nú ekki að fara að vera sterkt, er það? Gefið þess aftur, 2 mínútur eða hvað þetta þarf til að blandast. Kötturinn horfir á mig svona, döðlangi þetta. Þú færð þetta ekki, viltu koma? Köttu, þú eru með. Köttu. Já. Þetta er ekki jólakötturinn. Þetta er hann Max. Sjáðu því. Jæja, nú hlýtur þetta að vera tilbúið, svona smaka.
Ég er ekki mikil tedrykkjumöður, þannig að mér finnst alltaf te að vera svona vatn með einhverju smá bragðbætingu. Ég finn ekki mikið bragð af þessu, sennilega því að kúlurnar eru ennþá svona hafa smá áhrif á bragðlaukan yfir, lakrísinn, súkkulaðið og þetta sé smá hiti sem er í sexunni hefur allur áhrif. En ég finn bragð af þessu og þetta er gott. Heyrðu, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, eins og segi, klukkan er margt. Þetta er ljómandi gott, ég ætla að mælt með þessu te, þetta er alltaf mjög bragðgott. Heartwarming Yogi tea. Heyrðu, takk í dag. Við erum mikið sterkt inni. Sjáumst á morgun.